Það vantar ykkur ekki svolítið peningamál? Já. Löggan SS! Eru þau ekki non grata í þessu húsi? Í raun og veru þá, er engin vilji til þess að taka á þessu. Það hefði verið hægt að sýna beint frá þessu. Það hefði verið ákveðinlaust. Bara beina útsendingu í sjónvarpi. Akkur ekki. Sjáðu hvað eru margir hérna núna. Þetta er eitthvað sem varðar alla sem tóku þátt í búsáhaldabyltingunni og studdana. Út af með dómarann! Annarkvort erum við handtekinn eða við hleypum okkur út. Ég hérna mamma. Haldið okkur ekki fullum í þetta. Farðu frá! Móður hérna vil fara út úr þessu helviti sal sem óréttlátt. Út með lögguna! Út með lögguna! Hvað hefði Það verður að hleypa út með lögguna! Með lögguna! Út 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 með lögguna! Það verður að hleypa fólkinu og gefa pláss! Út með lögguna! Út með lögguna! Það er bara ein leið í búið. Bara ein leið í búið? Bara ein á leið? Góðu sérna með hún? Já, bara út. Við verðum að fara hérna út ef við ætlum að fara út. Þá gerði Ragnar Aðalsteinsson, einn lögmaður okkar, kröfu að óeingeimskaddir lögreglumenn sem stóðu þarna fremst og héldu hurðinni lokaðri, myndu yfirgefa salinn vegna þess að það væri ómögulegt að halda réttarhöld með lögregla stjórnaði réttarhöldunum. Við látum þetta yfir okkur ganga og við stöndum saman það að þessi ósvinna verði ekki í landinu okkar. Þór, hvað fannst þér að fá ekki að verða vitni að réttarhaldinu? Ég hef mótmælti því og kallaði inn og svo dómarinn heyrði og allir þingheimur. Það læt engan hvorki banna mér skipan þeirra. Það verður svo allar mín hæfi. Það gæti hugsast að ég kallaði inn að ég vildi vera vitni. Ég var reyna að skrifa bókmenntir fyrir Íslandi og kannski fleiri. Opið réttarhald meira en 20 manns. Ég var hérna sjálfur 9. apríl. En bara svo þið vitið það, ég var hérna 9. apríl, það voru 60-70 manns, eða sumir segja 80 manns hérna saman. Það var algjörlega fritt, það var engilega fritt. Næst þegar málið var tekið fyrir, þá var allt hínu sem við búið takmarka þetta við 25. Er við skrif, fólki sem hérna? Jú, við verðum kallið það í blöðum, í þessu lögregluríki sem við búum við núna. Það sem kom að kvarta yfir hérna síðast er eitthvað maður með hárýsti, það var allt saman áður en dómurinn var sett. Það reyndi aldrei á það hvort það kemist þögn á í salnum og ró eftir að dómurinn var sett. Eins og gerðist þarna þar áður. Ég veit það ekki, það er dómarinn sem ráða þessu. Maður upplifir þetta sem einn leikþáttinn í þessum farsa sem ríkisstjórn, samfylkingar og vinstri grænna er að setja hérna á svið fyrir almenning sem tók þátt í mótmælum gegn gjörspilltu Alþingi sem satt aðgerðalaust hjá meðan bankar og fjárglæframenn spiluðu hér allt í hrun. Hér er fólk fyrir dómi sem misbauð þetta ástand eins og þúsundir annarra borgara
Þau reyndu að komast upp á palla Alþingis til þess að ná tali að ná eyrum þingmanna sem gáfu svo sannarlega ekki kost á því og lenda þar í stympingum við þingverði sem telja sig sjá einhverja ógn vegna þess að fólki ekki með hárgreiðslu sem þeim líkar eða ekki klæðaburð sem þeim líkar. Svo tekur Alþingi sig til og ákærir þetta fólk fyrir aðför að Alþingi og þetta þvílík hneisa og þetta réttarhald þvílík hneisa að maður bara veit ekki hvernig þetta bara algjört sjokk að verða vitni að þessu, réttarmorð. En þið eru móðir og systir Sólveig, hún er systir mín. Hvernig upplifuð þið réttarhaldið áðan? Þetta var óskup lítið réttarhald þannig, það var einn spurður sem hafði ekki mætt áður hvort hann lýsti sig sekan eða saklausan. Hann lýsti sig saklausan. Síðan var Ragnar Aðalsteinsson með bókun þetta lokaða réttarhald og síðar var réttarhaldinu slitið. Þannig að það ekkert farið að ræða ákæruefnin ennþá. Það voru allir þarna inni bara nokkur rólegir nema það fólk var auðvitað ósátt við það þarna væru 2 lögreglumenn að minnstakosti og einkennisklæddir. Ragnar fór fram á að þeim yrði vísað úr salnum, því hafnar dómari og það heyrðist talsvert inn af því sem gerðist hér frammi. En þetta var stutt og snart. Sakborningar neituðu að setjast í sæti sín og vildu bjóða þau 9 áheyrendum til viðbótar, þau sögðust ekki þurfa að sitja og þannig að 9 fleiri gætu komist inn. Dómarinn náttúrulega ignoreraði það. Hvað fannst ykkur að hafa 25 sæti inn í sal á meðan nokkur 100 manns vildu fá að hlýða á? Það var brotið á réttindum. Fyrsti réttarsalunni var, þá voru 90 manns inni og við rautum komum okkur saman. Í þessum sama sal? Já, í þessum sama sal voru 90 manns. Rýmdi fólk fyrir öðrum og það var staðið og það var setið og það voru ferðartiraðir og það var allt saman í ró og spennt. Enginn hafaði ekki. Hver var munurinn á þessu? Af hverju haldið að það hefði ekki verið hægt að gera það aftur núna? Það var vel hægt. Vegna þess að dómarinn kýs að kalla til lögreglu. Hvað haldið að búa baki þegar fækka sætunum eins og sína vald sitt og skapa sem sagt sína hnefann. Þá var maður fyrst var við það að maður býr í lögregluríki. Já, ég hafði aldrei áttað mig á því, ég vissi það nokkulega en ég hafði aldrei séð það fyrst. Hvernig haldið að framhaldi verði á þessu máli? Ekki hugmynd. Ég veit það. Ekki hugmynd. Ég veit það ekki. Ekki hugmynd, en ef það fer, ég veit það ekki. Ef það fer alla leið þá endar það fyrir einhverjum mannréttindadómstól. Eru þið kvíðnar? Ég ekki beint kvíðin vegna þess að þarna réttlætið systur okkar megin og hinna sem voru með henni í þessu. Þannig að maður hlýtur að trúa því að réttlætið sig. Já. Það sér ekkert fyrir endan á þessu, það ekkert svona, engin ákveðin dagur sem en næsta skref þá endanlega. Það var ekki gefin ný dagsetning. Nei. Þið fylgist bara með. Já, við gerum það. Eitthvað að lokum? Nei, bara. Maður svo sleginn að maður getur ekki það.